Af hverju himinninn blár? Það vegna þess að ljósið sem kemur frá sólinni hvítt. Og nú sjáum því ég að lýsa með vasaljósi hérna á hvítt blað. Það inniheldur alla liti. Þegar að ljósið fellur síðan á lofthjúp jarðar, þá dreifist það mismikið eftir litum eða eftir bylgjulengdum ljós. Mismunandi litir hafa mismunandi bylgjulengd. Og blái liturinn sem hefur minnstu bylgjulengdina, hann dreifist langmest. Og hérna ég með dollu með vatni og pínkulítið af mjólki og ég ætla að lýsa í gegnum það. Sjáum þið. Kerið verður hálfpartinn blátt en ljósið sem fer í gegnum kerið verður gult. Það vegna þess að kerið dreifir bláa litnum kerið en allir hinir litirnir komast í gegn. Því að þeir ná ekki að dreifast á meðan þeir fara þarna í gegn. Þetta ástæðan fyrir því að sólin virðist vera gul séð hérna frá jörðinni en hún í raun og veru hvít. Við það þegar ljósið fer í gegnum lofthjúpinn þá dreifist blái liturinn frá, þess vegna verður himinninn blár. En restina litunum mynda þennan appelsínugula lit. Þetta líka ástæðan fyrir því af hverju sólin verður rauðari á kvöldin. Það þegar að hún lýsir í gegnum meira af lofthjúpnum þá verður hún ennþá rauðari. En ljósið frá sólinni ekkert alltaf hvítt. Við sjáum það vel hjá okkur á veturna þegar sólin lágt á lofti. Þá sjáum við stundum svona bláleitan lit, sérstaklega í skugga. Eða hreinlega rauðleitan þegar sólin lágt á lofti. Og við sjáum þetta mjög vel þegar það snjór úti því að snjórinn hvítur. Hann endurvarpar bara því ljósi sem að sólin lýsir frá sér.